Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 27. janúar er 3. sunnudagur eftir 13. Þema dagsins er Frelsari þjóðanna, hjálpráð heimsins. Í lexíunni minnir Guð okkur á að við erum öll jöfn fyrir honum. Í pistlinu skrifar Páll, berið sama hug til allra. Og í Guðspjallinu sem ég mun tala út frá, læknar Jesús 2 menn. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Matteusi 8. kafla. Nú gekk Jesús niður af fjallinu og fylgdi honum mikill mannfjöldi. Þá kom til hans líkþrár maður, laut honum og sagði, Drottinn, ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Jesús rétti út höndina, snart hann og mælti, ég vil, verð þú hreinn. Jafnskjótt varð hann hreinn af líkþránni. Jesús sagði við hann, gæt þess að segja þetta engum, far þú og sýn þig prestinum og færðu þá fórn sem Móse bauð þeim til vitnisburðar. Þegar Jesús kom til Kapernaum, gekk til hans 100 höfðingi og bað hann, Drottinn, sveinn minn liggur heima lamin, mjög þungt haldinn. Jesús sagði, ég kem og lækna hann. Þá sagði 100 höfðinginn, Drottinn, ég er ekki þess verður að þú gangir undir mitt þak. Mæl þú aðeins eitt orð og mun sveinn minn heill verða. Því að sjálfur er ég maður sem verða lúta valdi og ræð yfir hermönnum og ég segi við einn, far þú og hann fer, og við annan kom þú og hann kemur, og við þjón minn ger þetta og hann gerir það. Þegar Jesús heyrði þetta, undraðist hann og mælti við þau sem fylgdu honum. Sannarlega segi ég ykkur, þvílíka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Ísrael. En ég segi ykkur, margir munu koma frá austri og frá vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. En börn ríkisins munu útrekin í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnýstran tanna. Þá sagði Jesús við 100 höfðingjan, far þú, verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þó Jesús hafi verið sendur til týndra sauða af Ísraels ætt, þá sagði hann að boðskapurinn væri fyrir alla. Hinir týndu sauðir voru í forgangi, gæti hann leitt þá aftur til Guðs, þá gætu þeir verið talsmenn fagnaðar erindisins allan heim. En eins og segir í Jóhannesar Guðspjalli, hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Jesús er bjargráð heimsins, hann frelsar þá sem trúa á hann. Í Guðspjallinu urðu 2 menn heilir. Annar bað lækningu fyrir sjálfan sig, en hinn bað hana fyrir svein í sinni þjónustu. Báðir urðu heilir. Jesaja hafði sagt í spádómum sínum að hinn smurði, Messías, myndi opna augu blindra, gefa daufum heyrn, reisa upp lamaða og láta mállausa syngja. Með kraftaverkum sínum sannaði Jesús að hann væri Messías. Enginn hafði gert þvílík kraftaverk eins og spádómsritin boðuðu, en enginn er eins blindur og sá sem vill ekki sjá.
Þessi og næstu kaflar á eftir rekja það vald sem Jesús hafði. Hann gat bæði læknað hvaða sjúkdóm sem var, hvort sem hann var lífshættulegur eða ekki, sem og meðfædda fötlun. Hann sannaði að hann hafði vald yfir náttúrunni, veðri og vindum og gerði tilkall til óskoraðs fylgis við sig, samanber þú skalt ekki aðra guði hafa. Jesús hefur haft kraftmikla nærveru, því fjöldi fólks fylgdi honum eftir. Textinn í dag segir okkur að mikill mannfjöldi hafi fylgt honum niður á fjallinu þar sem hann hitti líkþráa manninn. Maðurinn sýnir lotningu með því að krjúpa niður og viðurkennir hver Jesús með því að kalla hann drottinn. Í lögum Móses stóð að það mætti ekki snerta líkþráa. Þeir voru einangraðir frá samfélaginu og útilokaðir frá trúarlegum athöfnum. En Jesús snerti hann og við snertinguna læknaðist maðurinn. Holdsveiki eða líkþrá var talin orsakast vegna syndar og lækninguna getum við þess vegna séð sem tákn vald Jesú til að hreinsa okkur af okkar syndum. Til að geta horfið aftur til fyrra lífs í samfélaginu varð maðurinn að fá úrskurð prestsins að hann væri hreinn og færa fórn því til vitnisburðar. Öll færum við einhverja fórn til vitnisburðar fyrir trú okkar, því að trúin breytir lífinu, en aðeins til hins betra. Sú fórn væri ef til vill einhver ósiður, slæmur ávani eða álíka, svo það varla hægt að tala fórn ef við verðum betri manneskjur fyrir vikið og ef okkur líður betur að vera laus við ávanan. Og með breyttum og betri lífstíl sýnum við æðsta presti okkar á himnum vilja okkar til þess að fylgja honum. Síðan kemur frásögn að 100-höfðingi kemur til Jesú. Maðurinn var rómverskur herforingi. Það sem gerir frásögnina sérstaka að hann biður lækningu fyrir þjón sinn sem var lamaður og þungt haldinn. Þjónar voru lágt settir og oftast taldir lítilvægir, svo umhyggja hershöfðingjans kemur kannski okkur á óvart. Umhyggja hans kemur hins vegar Jesú ekki á óvart, heldur það hversu mikla trú hinn heiðni 100-höfðingi hafði á Jesú og auðmýkt hans að hann væri ekki þess verður að Jesús færi í hús hans eða tæki á sig ferð til að lækna manninn. Mæl þú aðeins eitt orð, sagði hann. Eitt orð. Allt í kring höfðu gyðingar reynt að setja fótinn fyrir Jesú eða heimta tákn til þess að láta hann sanna hver hann væri. Þessi rómverski hershöfðingi trúði að Jesús gæti læknað þjóninn með einu orði. Jesús hafði ekki fundið þvílíka trú hjá henni útvöldu þjóð og hann notar öll tækifæri sem hann fær til þess að láta menn vita að ef þeir ætla að verða þegnar í ríki Guðs, þá verði þeir að taka við honum. Þeir sem hafna Jesú hafna Guði, því að Jesús Guð. Jesaja skrifaði: Ég drottinn og engin annar. Enginn Guð nema ég. Ég bjó þig hertíum, þó þú þekktir mig ekki, svo bæði í austri og vestri skilji menn að enginn Guð nema ég. Og Jesús vitnaði í spámennina svo menn vissu að boðskapur hans væri þegar skráður
í ritningum þeirra. Hann sagði, menn munu koma frá austri og vestri, frá norðri og suðri og sitja til borðs í Guðs ríki með ættfeðrum Ísraelsmanna, Abraham, Ísaki og Jakobi, en börn ríkisins, það er þjóðin sem Guð útvaldi í upphafi, mun ekki fá inngöngu. Þeir sem hafna ljósi heimsins verða áfram í myrkri. Far þú og verði þér sem þú trúir, sagði Jesús við 100-höfðingjann og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Trú 100-höfðingjans bjargaði sveini hans. Fyrir trú hafa menn aukið skilning sinn, fengið styrk, komist í gegnum erfiðleika og uppskorið blessanir. Höfundur Hebreabréfsins skrifar að það sé ógerlegt að þóknast Guði án trúar. Sá sem vilji nálgast Guð verði að trúa að Guð sé til og að Guð blessi sig fyrir trú sína. Trú okkar takmarkast ekki við veraldlegar væntingar, heldur nær hún yfir hið ómögulega og guðdómlega. Því trúin byrjar þar sem hið mögulega endar. Heimspekin vill hins vegar telja okkur trúum að við þurfum að sjá til þess að trúa. En Jesús sagði, ef þú trúir, munt þú sjá dýrð Guðs. Trúin er viðurkenning okkar á vegsemd Guðs og lýsir trausti okkar til hans. Ef þið trúið munuð þið öðlast allt sem þið biðjið, sagði Jesús. Ríki Guðs er opið þeim sem trúa og Lexían segir að Guð geri engan mannamun og þiggi ekki mútur. Hann er hinn mikli Guð, þú skalt þjóna honum, vera honum trúr. Páll postuli skrifar á sömu leið í pistlinum. Berið sama hug til allra, það er farið ekki í manngreinar álit, umgangist fúslega lítilmagna. Það gerði 100-höfðinginn einmitt með umhyggju sinni fyrir þjóninum. Þó hann væri aðeins þjónn, þá var líf hans þess virði að 100-höfðinginn sendi ekki sendiboða, heldur lagði sjálfur á sig ferð til að hitta Jesú og biðja hann lækningu. Já, elskaðu náungan eins og sjálfan þig. Auk oss trú báðu postularnir og Jesús sagði þeim söguna mustaskornið. Sagan gefur til kynna að trúin sé ekki metin eftir magni heldur eftir gæðum. Það er ekki spurning að öðlast meiri trú, heldur að nýta þá trú sem við höfum. Og ég er viss að við stöndum mörg í þeim sporum að efast að við sjálf höfum nógu mikla trú. En eins og ég hef margoft sagt, þá horfir Guð á hjartað og vilja okkar til þess að trúa af öllu hjarta, allri sálu, öllum huga og öllum mætti. Já, þemað í dag er frelsari þjóðanna bjargráð heimsins. Í upphafi valdi Guð eina þjóð sem sína eigin, gaf þeim lög og reglur en lífið og tilveran beindi þeim sífellt frá honum. Með komu Jesú breyttist áætlun Guðs frá einni ákveðinni þjóð til vilja einstaklingsins til að trúa á hann. Því að öllum þeim sem taka við Jesú gefur hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Þjóð Guðs eru þeir sem trúa á hann. Þess vegna er Jesús frelsari allra manna, hverrar þjóðar sem þeir eru, og hann er hið eina bjargráð sem þessi heimur á. Hann sagði, sá sem trúir á mig, trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig. Og sá sem sér mig, sér
þann sem sendi mig. Og það var Guð sem sendi Jesú. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.